ætlum að tala um fjölmiðla. Þau eru komin hérna Fríða Garðarsdóttir og Ásgeir H. Ingólfsson. Þið hafa verið að reyna að ströggla við að stofna blað sem á að heita Kritík. Þið hafa reynda að koma út eitt pröfueintak, svo ekki söguna meir því að þið eru með vef. Það sem er mjög svona gagnrýnin umræða á ástand fjölmiðla á Íslandi. En ég spyr nú bara hvers vegna eru þið að reyna að stofna þetta blað? Af því að við höfum áhyggjur af því að fjölmiðlur, að blaðamennska sé svolítið að líða undir lok, ef ég á að taka sterkt til orða. En svo, sko, af því að við erum að fá fullt af nýjustu fréttum. Við erum alveg flaumur af nýjustu fréttum og fullt af miðlum sem er að veita okkur þær. Við hins vegar fótum okkur varla í þeim orðið og blaðamennska sem að fer dýpra og útskýrir fyrir okkur hvað er að gerast og rýnir svolítið í og skoðar möguleikana hvað kemur út úr þessum hlutum sem að flæðir svona yfir okkur. Hún er sama sem engin lengur og var kannski ekki heldur nógu mikil. Nei, talaði að fjölmiðlarnir hafi verið brugðist þarna fyrir hrunið. Síðan þá er síðan búið að segja upp alltaf þriðjungi á einhverjum af fréttastofunum, blaðamönnum. Þannig að það hefur fækkað mikið. Það hefur fækkað mikið. Álagið á hvern blaðamann er enn meira en það var áður. Áherslurnar á að fylla upp í pláss eru í staðinn fyrir að kafa dýpra eru stöðugt að aukast. Já. Og sú þróun er í raun og veru sko kannski hættulegust þegar það er sko það er þessi fríblaðamenning sem að einhvern veginn var til fyrir einhverjum árum og hefur ekki tekist einhvern veginn að stoppa af þessa þróun að það eru sko fólk eru orðið vant í að það eigi að fá fréttirnar frítt, það er ekki til fríar fréttir, það borgar alltaf einhver. Þannig að þessi auglýsingablöð sem við erum að fá heim, þau eru í raun og veru að þjónusta auglýsendur og ekki lesendur. Þannig að það sem við viljum er að lesendur taki sér tak og hugsi hvaða fréttir erum við að fá og fyrir hvernig eru þær fréttir gerðar og hvernig fréttir viljum við fá og taki síðan þátt í og eins og Þóra Kristín kom inn á hérna í upphafi sko þessi aukna umræða að fólk taki aukinn þátt í samfélagsmótuninni. Ásgeir, þú skrifaði grein daginn á vefinn hjá ykkur þar sem þú talar hérna hvort að lágkúran hafi sigrað í fjölmiðlum á Íslandi. Hvað ertu að fara með því? Það sem ég er að fara með því er að þetta verður allt styttra og styttra og bara áherslunar verða blaðurslegri. Ég meina Gilsenegger að hanna símaskrána. Það er ekki út af því að símaskráin finnur einhvern sniðugan gaur út í bæ. Það er út af því að símaskráin, hún eldir blöðin. Ég meina fréttablaðið býr til Gilsenegger. Hversu oft er hann búinn að vera á þessum 2 öftustu síðum sem eru svona einhver stórfurðulegur bræðingur af menningu og slúðri. Og það er eitthvað svona, það er allt einhvern veginn að renna saman í eitthvað mjög skrítið. Og sko það er í sjálfsvegar, ég byrja greinina að vísa í samtal sem að síðan hirtir minnst á, en þeir eru þó ærlegir með það að vera bara slúðblað. Vandamál er kannski frekar þegar allir hinimilnir eru byrjað að elta og eru farnir að einbeita sér að því að segja svona fréttir, segja líka ofboðslega stuttar fréttir, jafnvel löngu fréttirnar snúast meira persónur heldur málefni og við höfum til dæmis verið spurðum sko af hverju pappír? Þú veist, er þetta ekki alltaf færist yfir á netið og það er náttúrulega, en pappírinn er bara enn eitt miðillinn sem er búið að spá dauða og hann getur drepist ef hann fremur sjálfsmorð. Maður sér þetta náttúrulega á netinu líka, það er mennur að fara með ýmsa vefi meira lengra út í svona slúðurfréttir og það verður hundar að segja þess að trafíkin eykst oft við það. En samt það er netið. Það er netið. Það breytir heldur engu, sko. Þú veist, það er hluti af þessari auglýsingaþróun að ef það þarf stöðugt að hitta svona ofboðslega breiðan hópa fólki, að mörg klikk eru rosalega góð. Þessi lægsti samnefnari sem allir eru að leita virðist vera. Á meðan að ef við viljum málefnalega umræðu þá verðum við að taka burt sko og einmitt af því þetta er orðið sko, þetta er orðið fólk í fréttum, líka pólitískar fréttir. Þessi sagði þetta, hinn segir þetta og þetta er það stöð til að stilla fólki upp hvora móti öðru og þetta verður þessi skotgrafa umræðu hefð sem að við erum öll komið með ógeð á í staðinn fyrir að það séu blaðamenn sem fjallum málefni og við séum að ræða málefnin samhliða því að pólitíkin sé að taka á þeim.
Við séum ekki bara að tala þessi segir þetta og hinn segir þetta og nú fylgjum við liði hérna bakvið hvotnum segir, sko. En þið eru að kalla eftir þá meiri rannsóknarblaðamennsku? Við erum að kalla eftir meiri rannsókn, meiri ítarefni, bara það að það sé fleiri skýringum, meiri analýsu, að við séum að leita uppi fréttir í staðinn fyrir stöðugt að elta fréttatilkynningar og að það séu blaðamenn að vinna faglega vinnu, því blaðamennska er fag og það hefur svolítið gleymst. Blaðamenn eru farnir að þjóna hinum og þessum vinnuveitendum og þeir hafa svona svolítið gleymt hugsjóninni sem sko hvers vegna er ég blaðamaður og hvað er það sem blaðamaður, hverjum á hann að þjóna? Hver er tilgangur blaðamennsku? Þetta er náttúrulega svolítið eins og þetta sem maður horfir á blaðin sem fréttablaðið, þetta er svona svolítið eins og að vera á einhverju galeiðu og bara framleiða nóg mikið af svona litlu dóti, sko. Fréttablaðið breytist náttúrulega hægt og hægt meir og meir yfir í síð og heilt, sko. Það er orðið svona hver fréttir. Næstu því allar litlu fréttirnar á forsíðun eru hver en ekki hvað. Það er of lítill munur á þessum stóru blöðum og netmiðlunum, hvað snertir að eins og Fríða var að tala um að þetta svona running news, þessar stuttu tilkynningar, það sem er verið að segja frá umræðu hér eða fréttafundi þar, að blöðin er í rauninni kannski að leggja meiri áherslu á að taka þetta og krefja þetta, tala við fleiri fyrir utan og nota plassið sem þau hafa, af því að netið hefur tekið við þessu svona online, svona running news, þessu svona fljóti sem að streymir yfir mannavistarlinn. Það er svolítið athyglisvert það sem hún segir með íslenska blaðamennsku og ég er hjartanlega sammála hvað álit þú hefur á henni. Hún hefur tapað sér. Hún átt að koma úr flokksblaðamennskunni sem ég og Egill þekktum sem ungir menn yfir í sko faglega blaðamennsku en þá fór þeir sko fram af í þjónustu við auðræðið og þessi fríblaðaútgáfa, hún er það bil að ganga henni döðri því eins og þau segja, þá er þess sá sem að vinnur á fríblaðaútgáfu, hann er að vinna í þjónustu auglýsenda og blaðið skrifað á forsendum auglýsinga. Já, það virðist vera eins og trúarbrögð á Íslandi núna eftir að flokksblöðin liðundir lok og peningavaldi tók við að í rauninni að eiga og halda utan fjölmiðla. Að það virðist vera eins og trúarbrögð að þetta sé hinn eina sanna rekstrarform meðan að raunin er svo að þetta hefur ekki gengið upp. Við sátum uppi með ónýta fjölmiðla sem að í rauninni voru ekki gagnrýnir í aðdraganda efnahagshrunsins og þeir hafa verið ofháðir hagsmunaöflunum til þess í rauninni að bæta, hvað maður að segja, sko menninguna og umræðuhefðina. Við sjáum þjóðfundin og hvað kom út úr honum þegar almenningur er að tala saman. Það er miklu sivilíseraðra heldur en til dæmis ef við skoðum þarna menninguna eða samræðuna sem að íslenskir fjölmiðlar bjóð upp á, að þá erum við bara að komin inn á heimili hjá bara vondum hjónum sem að öskra á hvert annað í sífellu og það er allt önnur upplifun heldur en það er allt önnur upplifun heldur en þegar fólk er kallað að þessu borðu og ég held að fólk talar málefni og þetta er í raun og veru tvíþætt, annars vegar það fjölmiðlarnir og hvernig eru reknir og það er stórt vandamál. Það er svakalega stórt vandamál að það séu auglýsendur sem borga blaðamönnum og að blaðamenn séu að þjónusta auglýsendur. Við fáum ekki fréttirnar sem eigum að vera að fá. Við fáum einhverjar allt aðra fréttir. Og hins vegar þurfa blaðamenn að taka sér saman og fara að ræða það opinskátt og heiðarlega og einlæglega hver er tilgangurinn. Og þar eru þetta þessar nýjustu uppsagnir á RÚV. Mjög gott dæmi það að við þurfum aðeins að velta því fyrir okkur hver er tilgangur blaðamennskunnar í dag með netinu og með frímiðlunum og með þessu flæði af upplýsingum að þá er til fags, sko, að því þar greinir fólk á sko. Ég meina þessar uppsagnir á RÚV, það sem er verið að segja upp fólki fyrir að hafa skoðanir eða taka þátt í umræðum á öðrum vettvangi, það er einhvern veginn grafa undan fagmennsku blaðamanna. Já, það er grafa undan umræðinni. Þetta er svona svipað og að setja gilsaneggur yfir kvenréttindafélagið. Að hafa fréttastofu útvarp sem á að gæta hlutleysi og gengur svona fram. Nú vann ég á fréttastofu útvarpsins mjög lengi og mér þykir mjög vænt ríkisútvarpið en ég skil ekki þessa tegundar hlutleysisumræðu, mér finnst hún vera hræsni. Ég meina, sko, fréttamenn koma allstaðar að og blaðamenn koma allstaðar að og fólk velur ofta að fara í blaðamennsku eða fréttamennsku vegna þess að það hefur tekið þátt í einhvers konar þjóðfélagsumræðu eða einhverju þannig starfi og ég meina það var nú vel þekkt hér á fréttastofum útvarps og sjónvarps að það var sjálfstæðismaður í öðru hvoru rúmi vegna þess að tengslin sko við
ég nota ekki orðið rúmi til þess að sína fram á hafköstin. Nei, en tengslin milli stjórnarflokkana þáverandi og í rauninni ríkisútvarpsins í gegnum pólitískt skipað útvarpsráð þá voru mjög sterk og mér sýnist að þessir hlutir, ég meina menningin hér ekki að batna. Ég held að þetta er bara að kjósa útvarpsstjóra og kjósa í útvarpsráð. Sko, þeir reyndu að gera þessar uppsagnir, það voru gerðar í nafni prinsippa í blaðamennsku. Hugmyndin hjá yfirstjórninni eins og ég skildi hana var að þeir sem starfa í blaðamennsku hjá RÚV eigi ekki að þiggja laun annars staðar frá og alls ekki frá öðrum útgáfum eða hagsmunaaðilum í stjórnmálum. En þeir þurfa eiginlega að taka þetta lengra. Við vitum að svona slepparnir í RÚV, þeir eru margir í spenna hjá alls konar hagsmunarsamtökum við að tróða upp á árshátíðum og svoleiðis og eru þá þiggja laun fyrir það. Þá þarf að vera reglurnar voru heldur ekkert skýrar. Einhver prinsip segir, ef þú ert launaður hjá RÚV og þá átt ekki að þiggja laun annars staðar og efnið þitt sem þú býr til, þá eingöngu að birtast á RÚV nema sérstaklega séum það samið og það í sjálfu sér má alveg segja sér góður að gjalda vert þessi prinsip hugsun en hún þarf þá að Já, hún þarf að gilda fyrir alla og vera algjörlega skýr og Pálbaldvin og Kolbrúnu Bergþórs og svo ég komi nú til dæmis aðeins Smugunni til varnar af því að Smugan var upphaflega sett á laggirnar til að vera umræðu og fréttavefur fyrir vinstri menn. Það hefur aldrei verið neitt leyndarmál að þetta sem sagt stórum hluta kostaði af VG og það að fréttastjóri útvarpsins gangi fram og í rauninni bannfæri Smuguna. Þannig að við erum ég reyni sem ritstjóri Smugunar að fá fólk til þess að skrifa pistla fyrir Smuguna, til dæmis á sviði náttúruverndar. Ég meina Ómar Ragnarsson hefur skrifað í Smuguna, Árni Finnsson, þetta fólk ekkert í VG. Smugan ekki málgagn VG þó Óðinn Jónsson hafi gefið þá dagskipun hér, en hins vegar hann að eyðileggja þennan miðil með því að bannfæra alla þá sem skrifa fyrir miðilinn í Ríkisútvarpinu og það ekki hlutleysi. Ég ætla að nefna eitt við ykkur á lokum. Það sem sagt, þið eruð að koma þessu blaði á koppinn en það gengur ekki sérstaklega vel og þá fer maður náttúrulega að hugsa um eigendavaldi. Ég meina, menn vilja fjárfesta í einhverju tegund af fjölmiðlum og við sjáum að menn vilja fjárfesta í Fréttablaðinu og Stöð 2 og Mogganum og menn vilja fjárfesta í það var þetta mjög merkilegt sem gerðist á DFF að það var í eigu Baugsmanna og svo fór það úr eigu Baugsmanna og þá breyttist ansi mikið tónninn í blaðinu og þar sá maður svolítið hvað eigendavaldi spilaði inn í. Og þetta náttúrulega kannski stóra spurningi fyrir ykkur að reyna að fá ykkur að fjárfesta inn í þetta sem Við höfum þetta gert okkur lífið svolítið erfitt af því að við viljum gera þetta rétt. Þannig að við höfum sett okkur mjög skýr markmið að það megi enginn eiga of mikið sem gerði að við erum svolítið svona, ég meina mjög gjarnan viljum við fá fjárfesta en við viljum að þeir séu sem allra flestir og við erum að leita til almennings og við erum að reyna að stofna fjölmiðil sem á að vera fjölmiðil fólksins. Og þetta samfélagstilraun. Við erum að leggja upp með tilraun, við erum að spurja fólk, finnst ykkur þetta allt í lagi? Finnst ykkur þið vera að fá skýringarnar sem þið þurfið? Finnst ykkur, og við viljum fara upp yfir hægri vinstri umræðina og segja við viljum vera miðil sem bara gagnrýnin og setur spurningamerki við þær upplýsingar sem við fáum og leitar uppi efni sem að kemur okkur við og við viljum vinna það í samstarfi við lesendur okkar. Þannig við erum áskriftarblað, við erum að bjóða fólki að kaupa sig inn. Við þurfum ekki nema 2000 áskrifendur, ekki nema, en þú veist, við þurfum 2000 áskrifendur og þá hefjum við útgáfu og ekki fyrr af því við viljum geta borgað blaðamönnum til þess að vinna faglega. Já, þá líka borga blaðamönnum laun. Það dálítið gott. Það nýmæli. Já, það þótti ekki, þegar við vorum hér í gamla daga, þá var það svona einstakun fyrir jóla og við eitthvað smá. Takk fyrir að koma í þáttinn, við ætlum að tala um lífeyrissjóði hérna rétt á eftir.